Já, komiði sæl. Sennilega nú fáir sem að hjóla að jafnaði jafn lengi og ég, eða mikið kannski, að alla 365 daga ársins, síðastliðin 15 ár. En ég get þó alls ekki talist til þeirra sem að slíta hjólastígum hér í höfuðborgarsvæðinu neitt sérstaklega. Þuríður Harpa Sigurðardóttir heiti ég. En hvað finnst ykkur þegar við endurskoðum og þróum samgöngur í takt við þarfir nútíma fólks? Ekki rétt að taka með dæmið fatlað fólk og þarfir þess að komast í umhverfinu? Ég viss að flest hér inni eru sammála mér það. Mig langar að tala samgöngur út frá auðvitað, hreyfihömluðu fólki og blind- og sjónskyrtu fólki. Hóp sem að kannski hefur ekki verið horft á til sem virkra vegfarenda, en eru það samt og gætu verið mun virkari ef ýmislegt væri bætt. En ég vil líka þakka þeim sem að hafa farið með erindi á undan og góðum spurningum sal. Þetta hefur verið mjög upplýsandi. Já. Það okkur öllum mjög mikilvægt að geta farið undir beru lofti, notið hreyfingarinnar, súrefnisins og birtunar, og það bætir andlegt og líkamlegt heilbrigði. Það held ég að allir séu nokkuð sammála Okkur líður bara svo mikið betur. Ýmislegt kemur þó í veg fyrir að fatlað fólk stundi útivist eða geti farið götur og torg sem óvarðir vegfarendur því jafns við aðra. Jón Gunnar kom aðeins inn á þetta áðan, en samkvæmt skýringum Samgöngustofu eru óvarðir vegfarendur samheiti yfir vegfarendur sem eru gangandi, hjólandi á reiðhjólum og rafmagnsreiðhjólum og á rafhlaupahjólum. Í þessa upptalningu finnst mér vanta fólk sem að fer eða notar hjólastóla, fólk sem með göngugrindur og fólk sem notar blindarstafi, svo eitthvað sé nú nefnt. En þetta eru auðvitað allt saman óvarðir vegfarendur. Og ég ætla að sýna ykkur hérna þessa mynd. Möguleikar fatlaðs fólks til að njóta útivistar í raun ótal margir, eða gætu verið, skulum við segja, ótal margir. Og þau okkar sem að hafa fengið tækifæri og átt kost á því að stunda útivist eru jafnvel í hópi afreksfólks í dag. Fólk sem að keppir allan heim og fer jafnvel á Ólympíuleika. Hver þekkir ekki til dæmis þessa frábæru íþróttakonu sem þarna sést á myndinni, frábær fyrirmynd, en hún eins og mörg önnur hefur mætt ýmsum hindrunum í manngerðu umhverfi. Þó svo að fjöldi fólks fari í hjólastól, bæði úti og inni, vandkvæðum bundið að fá til umráða eða eignast hjálpartæki til útivistar. Slíkum hjálpartækjum ekki úthlutað frá Sjúkratryggingum Íslands, en sem greiða aðeins styrki vegna nauðsynlegra hjálpartækja daglegs lífs. Og í dag má segja að litið sé á hreyfingu svona almennt og útivist sem nauðsynlegan og sjálfsagðan hluta daglegs lífs. Og ég viss að flest ykkar sem hér í þessum sal eru gera það. Því það að halda þessum þáttum eins og hjálpartækjum utan Sjúkratrygginga í raunni í hróplegu ósamræmi við heilsu eflandi stefnu stjórnvalda. Umboðsmaður Alþingis ályktaði að með því væri brotið á fötluðu fólki og enn hefur löggjöfin ekki verið breytt og því fær fatlað fólk ekki hjálpartæki sem auðvelda því að stunda útivist og hreyfingu nema kannski borga sjálf. En eina leið fatlaðs fólks til að njóta útivistar að einhverju marki að kosta einmitt slík hjálpartæki sjálf og það mjög dýrt og mun dýrara heldur fyrir ófatlaðan einstakling. Af því við erum nú með þetta rosalega flotta hjól hérna bak við okkur, þá get ég nefnt sem dæmi að hjól eru einmitt gríðarlega dýr
fyrir fatlaða einstaklinga og þau kostu jafnvel langt á 3 milljón. Sem dæmi má nefna að mjög gott fjallahjól fyrir ófatlaða kosta svona í kringum 500.000 og Sólir sagði að þetta hjól þarna hefði kostað 1 milljón sem fyrir farþega líka. En venjulegt gott hjól mun ódýrara, auðvitað heldur en 500.000. En þarna mikill mismunur á, en við vonumst náttúrulega til þess að eftir því sem við tölum meira þetta, að þetta verði lagað. En stundum ljón í veginum þegar að fólk eins og ég fer hérna gangbrautir og einu gangstíga og gangstéttir. Ég sjálfur ófær að yfirstíga hindrunum sem þessa og þið sjáu að þarna talsverður hæðamunur á milli þess að fara upp á gangstéttinu upp á næstu gangstétt. Hún allavega það mikil að ég hefði aldrei komist upp þarna hjálparlaust. Gangstéttabrúnin svo líka of há, þannig að ég myndi ekki komast niður þarna hjálparlaust. Þó að kannski ýmsir sem eru mjög flinkir og í hjólastólum getur gert það. En þarna ég semst að snúa við og halda heim aftur. Þetta auðvitað hugsunarleysi þeirra sem að þarna voru að verki. Þarna hefum bara þurft að hugsa málið örlítið til þess að átta sig á að þetta náttúrulega ekki góð staðsetning fyrir rafhlaupa hjól. Og við höfum öll sama rétt til að nota almenningsrými eins og komið hefur verið hérna inn á í dag og við höfum öll að hafa aðgengi að slíkum rýmum. Og með almenningsrými þá á ég auðvitað við gangstéttir og hjólastíga, grænsvæði og auðvitað opinbera byggingar og manngert umhverfi. Við höfum þó ekki öll sömu líkamlegu getu og möguleikar okkar eru mismiklir til að fara í strætó, á hjóli eða rafskútu eða jafnvel bara fyrir eigin afli. Strætó til dæmis ekki sérlega aðgengilegur fyrir mig í dag. Biðstöðurnar eru oft þannig að ég kemst náttúrulega kannski bara ekkert á veturnar út í biðstöð. Þannig að það segir sig nú sjálft. Því það skylda samfélagsins að bæta aðgengi að almenningsrýmum og samningur Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks hefur einmitt skuldbindur aðildarríkin til að jafna rétt fatlaðs fólks og tryggja sjálfstæði fatlaðs fólks svo að geti farið sinna ferða með þeim hætti sem það helst kýs og vill, samanber þessa 20. grein. Algild hönnun líka mjög mikilvæg og stefna Norðurlandana að innleiða algilda hönnun bæði í manngert umhverfi og í mannvirki. Því miður hefur kannski ekki gengið alveg nógu vel hér að koma til móts við þarfir fatlaðs fólks við hönnun og frágang útisvæða. Þó svo að það stefni bara í mjög jákvætt og í rétta átt. Til dæmis má nefna aðgengja náttúruperlum Íslands, sjóböðum og náttúrulaugum, en þar þarf auðvitað vel að huga aðgengi hreyfihamlara og fatlaðs fólks sem að vilja ferðast landið og njóta þess sem að það býður upp á. Bara eins og þið öll gerið. Og svo ég tala nú aðeins fötlun, að þá fötlun samspil líkamlegs og andlegs ástands og svo umhverfis þátta. Það má vega upp á móti mismikilli getu einstaklinga með greiðu aðgengi og viðeigandi aðlögun. Í íslensku löggjöf hreyfihömlun skilgreind með þessum hætti sjúkdómur eða fötlun sem skerðir verulega færni einstaklings til að komast ferða sinna, þannig að göngugeta hans að jafnaði minni en 400 metrar á jafnsléttu. Það fyrst og fremst að ræða lömun eða skertan hreyfanleika í ganglimum af völdum sjúkdóma eða slysa, mæði vegna hjarta eða lungnasjúkdóma eða annað sambarilegt. Hvað hægt að bæta í umhverfinu til að jafna aðgengi hreyfihamlaðs fólks að götum og torgum á við aðra eða fyrir aðra eins og aðrir farum? Það til dæmis hægt að taka út hindranir á gönguleiðum,
til dæmis rafskútur eða rafhlaupahjólin, að þau séu ekki skilin eftir á miðri brautinni og þrep, stallar og misfellur séu aldrei á nýjum gönguleiðum, nýhönnuðum og lögðum gönguleiðum og hjólaleiðum eða stígum og það sé lagfært á þeim eldri. Það þarf að bæta ástand gatna, gangstétta og göngustíga sem ábótavant og vanda þarf niðurtektir frá gangstéttum. En sem að sumstaðar beinlínis vantar eða eru svo illa gerðar að ómögulegt að nota þessar niðurtektir. Samkvæmt byggingarreglugerð þá mega þröskuldur vera 25 mm á hæð og því að annars eru þeir hindrun í vegi hreyfihamlaðs fólks. Það viðmið líka í niðurtektum og þó svo að mér sjálfri finnist best þegar engar misfellir eru heldur bara beinleið af niðurtekt gangstéttar út á gangbraut. Og það má ekki gleyma því að niðurtektin þarf að vera þannig gerð að hún gagnist fólki með blindrastaf. Og talandi blindrastaf, hver hér inni væri spenntur fyrir því að taka næsta skref í þessum aðstæðum? Ekki margir, held ég. Málið því miður að víðar vöntun á leiðarlínum fyrir sjónskerta og skyndilegir umferðartálmar á borð við óvarðar holur eru náttúrulega beinlínis hættulegar. En þetta sér maður nú stundum, en sem betur fyrir ekki oft. Stallar sem að þreifistafir fara undir geta verið erfiðir fyrir þá sem fara með blindrastaf. Trjágreinar, af því að hann verið að tala trjágróður hérna áðan og annað sem slútandi í höfuðhæð og brekkur og faratólmar geta auk þess valdið fólki skaða. En þetta allt tiltölulega einfalt að laga. Stjórnvöld þurfa að gera sér grein fyrir því að fatlað fólk þarf oft sérstakar tilhliðranir og kannski þurfum við bara öll samfélagi að gera okkur grein fyrir því og af hverju það þarf þær. En oft tregðast stjórnvöld við, samanber skort á nálægum bílastæðum, fækkun bílastæða og hindranir á göngugötum. En samkvæmt byggingarreglugerð, og ég held að það sé nú kannski fæstir sem vita þetta, þá eiga bílastæði hreyfihamlara að vera sem næst aðalingangi bygginga og ekki færri en 25 metra. Bílastæði fyrir hreyfihamla eru oft staðsett í halla, sérstaklega hérna í kringum miðborgina okkar og sem gerir það verkum að þau eru nánast ónótæf fyrir flest hreyfihamla fólk. Hjálpartæki eins og hjólastólar geta runnið í burtu og ég hef nú bara lent í því sjálf að horfa á eftir honum renna hérna niður götuna þegar ég lagði í halla og fólk heldur síður jafnvægi sem alveg nauðsynlegt að hafa þegar maður að fara úr og inn í bíl ef maður brekku. En já, þetta borgin okkar og hérna við viljum öll geta notið hennar og sérstaklega, ég var rosalega glöð þegar ég sá að hérna maður verið að rampa upp Laugaveginn því að mig vantaði náttúrulega kannski að geta komist í búðir þar og verslanir og kaffihús og ýmislegt sem að ég hafði ekki komist í svona hjálparlaust mjög lengi. Þannig að, en hreyfihamlað fólk má sem sagt lögum samkvæmt keyra göngugötur. Það kannski þetta sem að flestir vita ekki og ekki til að rúnta, heldur til að geta náð á áfangastað. Ef fólk að fara bara í nálæg göngugata eða á bara heimaðar. Því verður að gera ráð fyrir p-merktum bílastæðum þar. Í Reykjavík það nú ekki gert nægjanlega og fólki ekki kynntur þessi réttur með neinum hætti þó svo við höfum kallað mjög lengi eftir því sem þýðir að fatlað fólk sem að hættir sér inn á göngugötur á bílum sínum og ájafnvel bara eins og ég sagði áðan heima við þessar götur verður ítrekað fyrir aðkasti frá öðrum vegfarendum og ég get bara nefnt það að ég hef sjálf farið sennilega þrisvar sinnum niður göngugötu hérna og ég hef í 2 skipti lent í bara miklu aðkasti þar sem að fólk steytir nefana að mér, það barið í rúðuna á bílnum, það öskraði yfir með ókvæðis orðum og hérna í annars skipti var ég nú með farþega í bílnum sem var bara stóð ekki hreint á sama og hérna þannig að við höfum beðið og ég kannski
þið sjáu þetta hérna að ég bætt við hérna að svona gulara heldur en annað, svona litlu skilti hérna neðst, eða næst, þar sem að væri prýðilegt að setja inn sko að þarna megi fólk leggja annarkvort í bílastæð sem verður þarna í göngugötunni eða að það megi auðvitað fara þarna Það myndi verða kannski til þess að maður rauðið fyrir minna ofbeldi og áreiti þegar maður fer þarna þessar götur. Þannig að þetta nú lögum samkvæmt að má þetta og það er því sérstaklega að við skulum ekki hafa náð þessu fram. Þetta er auðvitað bara hindrun í okkar farartálmi fyrir okkur sem að notum hjólastól og hérna þurfum að nota bíla. En svo erum við auðvitað öll ólík og við þurfum að auka vitund í samfélaginu að fólk hafi ólíkar þarfir og mismunandi getu og við þurfum að vera þolinmóð gagnvart öðrum. Og lengi vel voru ákvæði sérstaklega tillitssemi við fatlað fólk í umferðinni, en hvernig eiga ökumenn til dæmis að þekkja heyrnarskerta tilsýndar sem að heyra kannski ekki að bíllinn er að koma og vaða út á götuna af því það er ekki séð. Það þýðir nú lítið að flauta. Það þarf meiri almannatillitssemi til allra í umferðinni og minnkandi óþolinmæði í garð þeirra sem eru ekki flinkir að fara eða fara fumlaust á milli staða. Við þurfum að gera ráð fyrir öllum, hvetja fólk til að njóta útivistar og bjóða fatlað fólk velkomið í sameiginleg rými. Þannig búum við auðvitað til réttlátara og betra samfélag fyrir alla, þar sem við öll getum notið. Og þarna erum líka þegar búið að tala svo mikið þjóðin sé að eldast, þá er þetta örugglega mun þetta vera til bóta fyrir einmitt ykkur öll sem að koma til með að verða dálítið eldri í þessu samfélagi. Og kannski að lokum að geta þess að aðgengishópur ÖBÍ, hann hefur gefið út leiðbeiningarrit sem er ætlað hönnuðum og stjórnvöldum sem vilja gera umhverfi aðgengilegt og það sem byggir á algildir hönnun og það er bara ágætt að kíkja á slík rit. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra. Takk fyrir.